heiti Sigurður Pétur og þið eru að hlusta á podcastið Tveir fellar. Góðan og blessaðan daginn og eru velkomin í hann þátt á hlaðvarpinu Tveir fellar. Í dag erum við frábæran gest, hann Sigurður Pétur. Góðan og blessaðan daginn. Takk fyrir að koma. Já, bara takk fyrir að fá mig. Hvað segirðu gott? Herri, ég er bara mjög hress. Ekki? Jú. Hvað ertu búin að bralla? Ég fór að Friðheimum áðan. Var svolítið lengum tökum helgina, þannig að ég tók frí eftir hádegi í dag og í vinnu og bara búin að hafa mjög næs, sko. Snild. Þú vinnur sérst í Kíví. Já, Kíví, stafræni auglýsingarskrifstofu og já, er að taka upp og klippa og alls konar þar, alls konar hlutverkum, sko. Snild. Hvenær byrjar í Kíví? Fyrir, tæplega árið síðan, í júní síðastliðin. Já, þannig að það verða komið ár. Við erum svo miklu snillingar að við erum með inside information og við vitum hvað fyrsta verkefni þetta. Já. Segðu okkur aðeins frá fyrsta verkefni. Það er ekki spennandi. Þeir eru væntanlega að tala um livestreamið? Já, tala um livestreamið. Það var mjög gott, sko. Ég man ekki hvort það var fyrsta daginn minn. Það var annan eða fyrsta daginn. Basically bara mætti vinna í, já, bara, ég held ég væri að fara að klippa allan daginn og fekk síðan kom fannar til mín sem á Kíví og spurði mig hvort ég geti skotist í eitt verkefni og tók mér svona eitthvað aðeins til hliðar. Hann eitthvað, heyrðu, gætirðu kannski ekki síðan svo geta livestreamað kisturlagningu í dag. Já, ég er náttúrulega nýmættur þarna, auðvitað var maður að fara að gera þetta, en ég man ég hugsaði ég er bara í einhverjum gallabuxum og hettipeysu og er að fara að mæta bara eftir hálftíma í kisturlagningu og hafði ekki mikla reynslu að livestreama áður, en þetta reddaðist allt, sko. Nei, hvað, bara livestreama á Facebook eða? Já, það var, fyrst fannst mér þetta náttúrulega svolítið skrítið, sko. Þetta var líka, COVID var svona, tildurlega nýtt hana, en síðan er þetta náttúrulega orðið rosa vinsælt núna að gera þetta, skilur við, jarðarförum og kisturagningum og alls konar, en þá var þetta bara þetta, öll fjölskyldan komst ekki, gat ekki verið við kisturagninguna og þá var þetta bara loka Facebook-grúpa fyrir restan af fjölskyldinni, þannig að bara en mjög fyndið fyrsta verkefni til þess að gera fyrir Kíví. Já, var það bara multicam og læti, eða? Þetta voru, ef ég man rétt 2 myndaðar, en þetta var ekkert flókið, sko, en bara, ég var drullu stressaði samt, sko, en það reddaðist. En þú veist, hvernig verkefni ertu að gera bara svona daglega, bara svona venjulega? Þetta er mjög fjölbreytt, sko, en þú veist, algengustu verkefnin eru svona stuttar auglýsingar fyrir búðir og þú veist, oft kannski einmitt viðtal og síðan svona bíróli yfir, skilur, þannig að þetta er kannski bara 1 mínútu eða jafnvel minni auglýsingar sem við erum að gera fyrir alls konar fyrirtæki og þú veist, síðan er Kíví með alls konar fyrirtæki þjónustu líka, þannig að við erum mikið að vinna með sömu kúnnunum, þú veist, sem er geggjað, getum við þróað smá sambönd með fyrirtækjum og náttúrulega bara gert betri og betri vinnu með tímanum. Þannig að þú veist, það er algengstu verkefnin, en síðan hefum að vera í bara alls konar stöffi, einmitt, eins og þú veist, livestreama kisturagningum, þú veist, talin, ég hef mér svo prófað talin á einhverjar auglýsingar og bara maður lendir í alls konar stöffi þannig, sko. Þetta er bara Hvað myndi að segja að vera skemmtilegast verkefni sem við gerst þannig að Kíví? Það er góð spurning, sko. Ég fór í geggjað mission með honum Grétari, félag minnum sem vinnur með mér fyrir þá vorum við að taka verkefni fyrir Heklu. Fórum á Volkswagen ID3 bílunum. Það voru þeir nýir og þeir voru svona kynna þá svolítið með einhverju herferð á Íslandi og fengum að keyra þá út allt land og mynda þá á alls konar stöðum. Þannig að verkefni snerist að mynda bílinn hjá, þú veist, í mismunandi bæjarfélögum og síðan, þú veist, við fórum til Akureyrar og tókum myndir af bílum á Akureyri og síðan var það myndefni nýtt, skilur við, til þess að auglýsa bílinn fyrir Akureyringum. Þannig að bara Akureyringar fengu Akureyrt auglýsingarefni, skilur við. Fólk á Akranesi fekk auglýsingarefni frá Akranesi. Þannig að við vorum bara að keyra við vorum á 2 bílum, sko. Þannig að það var geggjað verkefni. Og síðan var ég líka í mjög skemmtilegum tökum bara í gær og fyrradag fyrir húsasmiðjuna. Og vorum basically bara að taka upp næstu herferð fyrir húsasmiðjuna. Ég sá þetta auglýsingarnar, það er bara flotta, sko. Já, takk fyrir það. Svona rauðu background. Já, mjög einkennandi fyrir húsasmiðjuna. Með Helga Björns undir það? Já, með Helga Björns. Ég veit ekki hvort það er planið núna, en
sennilega, ég veit það ekki. Alltaf fyrir auðlýsinguna, það kemur alltaf hana, hvað heitir lagið? Að bera sig allir við. Já, þetta er hann, auðvitað. Já, mér leist bara svo, já. Alltaf mikið að þetta var hann. En, já, þetta er svona vandræðilega, gerðist þú annað vandræðilegt í tökurna? Það hefur gerst fullt af vandræðilegum hlutum, sko. Ég veit ekki hvort ég muni eftir ykkur núna. Gleymd að íta rekord og gera alltaf aftur. Já, þetta nú einu sinni í því að ég, glemdi að lóta korti sko. Fór einn misti efnið, þurfti að fara í reshoot, það var svolítið vandræðilegt. Var eitthvað mikilvægt eða bara? Það var bara reddaðist bara mjög vel sko. Það var bara rétt hjá hann og við gátum bara skotist aftur og bara einmitt reddaðist allt. En þú veist, maður er alltaf að lenda í alls konar hlutum út og maður er alltaf að vinna með alls konar fólki á alls konar stöðum. En þetta er náttúrulega bara, fyrst og fremst er þetta bara geggja skemmtilegt. Mjög fjölbreytt mitt, alltaf að fara í alls konar verkefni og kynnast alls konar mismunandi líka stjettum, maður er alltaf að vinna með bara þvílíkt ólíka fólki maður er vinna í íslensku óperunni og síðan bara einhverju gáma fyrirtæki og síðan læknum og alls konar stöfi bara. Þannig að það er líka mjög skemmtilegt að fá að kynnast mismunandi einhvern veginn sviðum samfélagsins. Já. En þú er ekki alltaf búinn í Reykjavík, þú komst til Reykjavíkur til að fara í kvikmyndaskólann, eða ekki? Jú, það er hárrétt. Og hver var svona ástæðan? Var það bara að hafa svona áhuga á myndavélum og vildi bara fara lengra með þetta sérst? Já, mér langaði bara til þess að prófa það, sko. Ég man eftir ég var svona, tók mér smá tíma ákveð hvort ég ætti að fara í kvikmyndaskólann, sko. En já, ég var bara með, mjög mikinn áhuga á myndatöku og og í raun bara öllu sem tengist því ferli að, fá hugmynd og taka upp og klippa og birta og bara allt það. Þannig að í menntaskóla kviknaði sá áhugi og síðan fór ég í kvikmyndaskólan fyrir 3 árum. Hann er 2 ár og byrjaði hjá Kíví strax eftir það. Á hvaða braut fórstu þá? Eða er ekki eitthvað? Það eru 4 brautir, en ég fór á skapandi tækni. Já. Það er bara, í raun læra að vera tæknimaður bara. Læra hljóð og VFX og klipp og myndatöku. Já, ég var eitthvað að skoða daginn, þetta lítið mjög verið, það var eitthvað leikstjóri líka og þar þú fórst í og leikari og jú, algjörlega, og handrit og svona líka. Byrjaði þetta allt með The Big One? The Big One? Við hvað töluðu? Nei, ég sá þetta á Facebook sko. Ég sá þetta á Facebook sko. Jaha. Sástu ekki kommentið? Þeir eru búin að það hafa ekki ammálið eitthvað. Jú, ég sá það. Já, þeir eru búin að gera heimavinnuna sko. Það var GoPro Hero 4 eða hvað var það? Já, það var GoPro Hero 4. The Season 4. Damn, hvað þeir eru. Þú átti 3 eða ekki? Ég átti 3 Black, nei, ég átti GoPro Hero 3 plus Black Edition. Hvað ég mann þegar þú varst ógeðslega alltaf bara þetta er nettasti hlutur í heimi. Það er 90 skall, 90 skall. Já, fyrir 7 ára. Já, hvað brála sko. Ég man eftir, já, ég bjóst ekki við að það farið svona langt aftur og bak þegar þau sögðu mér að það hefði verið að gera heimavinnu. Það er mikilvægast og það er ofta skemmtilegust. Já, finna söguna sko. Maður að gera það sko. Já. Mér finnst að heyra henni í frænkuðinni og þú veist alls. Jaha. Já. Ok. Já, og fundum út að vinna í Bónus í Hveragerði. Já. Hvernig var að vinna í Bónus? Við erum náttúrulega báðir í Bónus. Já, í Hveragerði. Þetta ekki bara að Nei, sko, við erum á Selfossi en við fórum í gær að vinna í Hveragerði til að kenna á nýju sjálfsakarsleika svona. Já. Þú varst með Árna það? Ég? Já. Nei. Árni er nýbyrjar sko. Nei, ég var ekki með þarna. Ekki nýbyrjar svona 4 ára. Gulla eða? Nei, ég vann þarna í mánuð eða 2 eða eitthvað. Þetta var ekki lengi sko. Hvað, bara kassastafn? Hann er bara svikari eða? Já, þetta var eitthvað svona smá bara til þess að fá auka pening. Bara drop-out hérna. Já. Það fórst í hættu upp eða? Þetta var bara helgari. Ég var semst í menntaskólanum á Laugarvatni og kom og átti marga vini í Hveragerði og einn félagi minn vann sem er þetta býr í Ölfusi vann í Bónus og hann bara basically pluggaði mér hann inn og ég eitthvað vann hann í mitt, ég man ekki hvort það var 1 eða 2 mánuðir eða eitthvað og bara fín, auka peningur en síðan var ég ekki lengi að það. Við hefum gert auðlýsingur í Bónus. Við hefum basically gert auðlýsingur í Bónus. Hlaðvarpið að þið voru að sponsa 1 þátt. Já, ok. 2 þetta. Já, ok. Er það ekki að sponsora hennan? Nei. Það er að segja það, 3 bónusstarfsmenn hérna. Já, hvað er að gleyma það? Bónus, what the fuck? Við reddum með einhverjum sponsor setna sko. Það er big clients. Það skiptir ekki máli, við erum bara að gera það fyrir funni. Já, líka, það er líka mikilvægt að gera það. Já, bara vel gert hjá ykkur, bara að vera að gera þetta podcast. Ánægð með ykkur og líka vera með vídeo líka. Það er
algjörlega krúsjál sko. Já, en það náttúrulega líka í Kiwi, það náttúrulega podcast, það félagsmiðstöðin, podcastarinn og Sölvi. Já, síðan erum við með Teboðið og Fantasy-sýtuna og og Bíóblaður líka tekið upp þarna. Já, einmitt, ég búinn að sjá það eins. Já, og ég veit ég að gleyma einhverju. Já, 24/7 með honum Begga. Já, það er náttúrulega það. Já, það er það líka. Það er svolítið stórt núna. Það fór upp strax bara. Já, akkurat. Þannig að við erum að gera alveg helling. Þannig að þeir eru basically með öll frægustu podcastinnan á landinu á einu stað í Kiwi. Já, við erum allavega með nokkur podcast og ég held að það sem mest impressið við þetta er að þetta er allt tekið upp inn í sama herbygginu sko. Ói, hvað fyrir það að breyta allu alltaf? Já. Jeez, ég held að það er 4 herbyggja. Þau alltaf að breyta allu, við þurfum alltaf að færa allt. Við erum þetta komið alltaf frá Selfossi upp allar þessar tröpp. Ég held að það sé aðeins mér Þið hafði ekkert til að mæla. Þið veit ekkert strökkulið. Nú veitum við hvert við erum að fara ef við viljum svona komast herra á listan sko. Já, fara bara Kiwi og taka Power. Já, eða bara fara allar kantana og bara eyða. En hefur ákvað podcastum, hefur unnað ykkur podcastum sérst, þú veist, til að taka upp og... Ég hef verið, þú veist, ég er ekki svona dagstaglega í podcastum akkur núna en þú veist, maður er alltaf að hjálpa til og maður hefur klippt þetta allt saman á einhvern tímapunkti og ég er mikið að gera klippur fyrir bara Facebook og Instagram og svona og YouTube, þannig að þú veist, það eru mjög margar hendur í hverju einasta podcasti þarna, þannig að Er þið ekkert á, þú veist, til að klippa TikTok? TikTok ef við segjum að fara á TikTok þá munið rústa okkur sko. Já, það er þetta hræðilegt merkja sko. Já, það eru nokkuð podcast á TikTok sko. Nokkur, við erum að dominera á TikTok núna sko. Ég segi, hashtag 2 fellar hashtag hlaðvarp hashtag 2 fellar í 180k hashtag hlaðvarp í 220. Já. Og við gerum alltaf hashtag hlaðvarp líka. Já. Þannig við erum fucking majority bara viewsin sko. Þegar verða, ef Sölvi kemur þá var þetta brjála sko. Það var við pínu dúm. Sölvi er á TikTok sko. Já, hann er bara svo lítið. Já, hann er á TikTok, já, hann er ekki að posta. Já, hvað er að gera? Nei, og þú veist, þegar oftast er eins og Beggi er að nota Instagram mikið. Já. Við fengum 100.000 views á einni viku sko. Já. Það er brjála og þess vegna komast upp í top 25 sko. TikTok er með svo góð svona organic views. Það er alveg magnað hvað þeir eru að pussa þessu mikið sko. Þetta er eitthvað svo ógeðslega addicting. Ég var í sokku þarna, þegar við fórum í sokku, gast ekki komið á sundaginn. Já. Þarna, og á 10 dögum eitt 25 klukkutíum á TikTok. Já, það er bara slæmt sko. Það er mjög slæmt sko. Ég var líka bara uppið, eins sem ég gerði var bara að vakna, borða, TikTok og horfa á eitthvað sitt sko. Öll þessu 100.000 views er allt Ísland sko. Þannig að það sýnir þið bara hvað er margir Íslandingar bara, þú veist. Já, bara vel gert. Maður gerur að nýta þessa miðla sko. TikTok er náttúrulega mjög heitur miðl núna. Já, eina sem sökkar samt er að Instagram er með 30 sekundur fyrir klips og svo TikTok 1 mínútu. Þannig að ef myndir vilja setja á sömu klips þá þetta að skipta í tvend. Það er málið sko. Sem er svolítið fallað. Já, það er mikil vinna að búa til svona social media content sko. En það er þess virði út af því að þannig ertu að náttúrulega dreifa, þá deilir fólk öllu og svona. Tryggja okkur bara núna, við ætlum alltaf að klippa í perlunni. Já, það er bara kósi sko. Það er illa góð. Hafið þið verið að vinna með það? Já, við fórum einu sinni en það bara var að loka 6 sko. Brjálega sko. Komum klukka svona kortir í 6 og bara það er loka 6 bara frábært, við gerum allir frá Selfoss, það er ekki neitt. En þú veist, þetta er svo flott útsýni og þú veist, þetta er svona Ég held að maður getur auðvitað farið mjög gott workflow í perlunni sko. Heima er bara með loka herbygjum einhver gluggum, það er svo helvíti sko. Við líst ekki það sko. En hvað veist þér TikTok? Þú varst með eitt vídeo sem varst að kasta steini á ís og það gælaði nokkuð views. Já. Eitthvað hljóði. Já, magna hvað fær views. Maður áttar sig ekki alltaf á því, þú veist, hvað er að fara að fá athygli út af því að náttúrulega fyrir manni búandi á Íslandi og líka bara, þú veist, komandi kannski úr sveit og svona, þá eru, þú veist, alls konar hlutir sem manni finnst ekkert sérstakir sem öðru fólki finnst bara magnaðir sko. Eins og að, þú veist myndband sem þú varst að tala ég tók, þú veist, kæristuna mína Guðrúnu henda stein á svell og þú veist, bara, ég hugsaði ekki einu sinni það, ég bara ekki, tók það upp, var ekkert að pæli því og síðan, ég man eftir, síðan sendi við mér Alex, sendi mér skilabóð bara, herðu, þú verður að posta þessu hann sagði mér að posta þessu bara á Instagram í Reels eða eitthvað. Það fæk 260 ekki. Já, og það bara sprakk og ég, þú veist, mér hefði ekki, sko, það hefði kvarlað ekki að mér að posta þessu, skilur. Ég setti það semst í story og hann sagði mér að posta það í Reels og það fekk, hvað, 260.000 views. Og þetta er örugglega, notaðir einhver hashtag á þetta? Já, ég setti einhver hashtag á þetta.
Það er nefnilega sem gerir þessi views eða ekki. Þú veist, það er svona oftast. Hvað finnst þér TikTok? Ég reyna að fá út úr þér TikTok. TikTok Reel hvað sem er TikTok trailer. Þetta reyna að fá TikTok trailer úr honum. Já, ef þú róstar TikTok núna, þá er það geggjað TikTok. Nú líka karakterinn minna að ráðast á því. Ég ætla ekki að rósta TikTok, sko. Mér finnst bara, ég elska það miður, sko. Þetta er mjög sniðugt og þeir eru líka að challengea Instagram til þess að bæta sig. Þú veist, þeir eru aðeins að gefa Instagram samkeppni, sko. En það, þú veist, það sem Instagram gerði er náttúrulega að reyna að taka yfir á. Svolítið eins og gerði með Snapchat og þá kom Instagram með Stories. Síðan kom TikTok, þá kom Instagram með Reels sem er náttúrulega bara Snapchat kom með Reels núna. Já, ok, what the fuck? Þetta var að segja það? Ég er ekki á Snapchat lengur, sko. Það er svo weird, sko. Ég get alveg trullað við Snapchat, sko, en Já, það er bara fucked up, sko. Nei, TikTok, þetta er hræðilegt. Kynverarnir fá allt og þetta bara gengur ekki, sko. Þetta er svolítið satt, sko, governmenti fær allt. Þeir eru með alltaf activity, sko. Já, ok. Já, það er hlæg. Það gerðist fyrir lengu. Við erum ekkert að pæla þessu. Allt, þeir eru tracking you, sko. En hörru, þú veist að tala meira. Þú ert náttúrulega á YouTube. Já. Og byrjar að vlogga svona mikið, svona. Já, einu sinni í viku. Eða, ertu bara búin að staðfesta það? Já, ég er bara alltaf staðfesta á þetta. Þá er ég líka bara að setja þessi pressa á mig. Nú þarf ég að gera það. Það er okkar að mæta, sko. Já, nokkulega. Hvað er þið einu sinni í viku líka? Nei, einu sinni í viku, við bara Við postum ekki eins og í fucking mæ, sko. Ég er að hætti blóta, en það Já, consistency er ský, sko. Já, það er enda mjög mikið ký, við þurfum að fara í okkur í gang. Samt, sko, fyndi að segja fyrir því, við postum engin hlaðvarp í apríl. Þá fórum við á toppin 25. Það var út á TikTok. Ég veit það, en þú veist, það samt, skilur við consistency, skilur það, þú veist. Já, og þú talar ensku núna í vlogunum þínum. Já. Og er það bara út af þú veist stærri áhörðandópur og allt svolítið? Finn ég það, já. Sorry, fyrir ekki. Þetta var svolítið, þú veist, ég hugsaði mjög mikið út í þetta, sko. Mér langaði svo mikið til að tala íslensku og það minnst bara, þú veist, bara mikilvægt að tala íslensku, þú veist, mikilvægt að halda í tungumáli og ég er bara stoltur að ég vera íslendingur, þú veist, bara mér langaði bara mjög mikið til að tala íslensku, en leið að ég fór svona, þú veist, reyna að ákveða mig og reyna að færa rök fyrir að það meikaði sens að tala bara íslensku, þá bara það bara meikaði ekki sens einhvern veginn, ég veit ekki, það var mjög böggandi svona, ég var alveg svona smá svektur því ég fattaði bara, fuck, bara ég verði að tala ensku eða þú veist, það er annars það að texta öll vídeóið mín og ég var ekki að gera það, leðilegt, sko. Já, þú veist, það bara, og líka bara alltaf mikil vinna fyrir mig einan núna, því ég er náttúrulega bara að klippa þetta sjálfur Já, við erum svo latir, sko, við erum ekki eins og búinu með að translata Óla Darra þarna, sko. Hann er 100 mínútur, er búin 40 sem var, sko, ætli það, já, betur, er það að texta? Já, bara Óla Darra, sko, Óla Darra hefur svo mikið fanbase, skilur við, utan, og þú veist, við erum búin að fá alveg mörg komment alveg sem eru á öðru tungumáli, skilur við sem að biðja að klára. We're working on it, bro. Við erum bara illa latir og nefnum að gera, sko. Þú veist, ég hefði getað gert þetta í sokku í staðan fyrir að vera fucking TikTok. Þú múið að gera 5 slá í mig, þú varst líka í sokku, sko. Já. Ég var ekki að TikTok alltaf. Nei, en það dattur þessum mínum hvað ég ætla að segja. En já, á maður að fara að tala ensku? Nei. Ég er ekki nefn. Við kannski vloggum með eitthvað, en það passar ekki að því að ef myndi posta á tveir fellar ensku. Já, málið er einmitt að, eins og ég segi, mér finnst íslenskan vera mjög krúsjál, sko, og mér langar ekki til þess að, þú veist, hægt að tala hana, en það bara það meikar náttúrulega fullan sens að tala ensku á YouTube og það, þú veist. Já, og líka bara, þú veist, ég fann það bara, þú veist, þú veist, þú átt miklu meira möguleika að selja þetta, þú veist, til dæmis, þú veist, ef þú vilt gera vlogg, skiljur, með eitthvað sponsum með eitthvað, miklu meira líkur að fáir eitthvað fyrir það og talar ensku, þú ert bara, þú veist, bara annarkvort, íslensku vart bara að tala íslenska, ensku vart basically að tala allan heiminn, sko. Það er bara svo gríðarlega munur, sko. Þannig að, þú veist, þetta er líka miklu þægilega að tala ensku með einhverjum enskum, eins og, þú veist, Keanu hjá þér. Já, það hjálpar klálega. Já, þú veist, það er eitthvað svo okkur að tala ensku við eitthvað sem talar þitt móðumál, sko. Já, síðan er náttúrulega bara að vlogga, ég er bara óþægilegt. Já, ok, mér finnst það svona. Ég er búinn að venja, sko, ég var á Selfoss áðan þegar ég fór út í bílnum og var einhver krakkarinn og mér finnst bara svo gaman að það er vandræðilegt, en samt svo gaman, skilur, að vera myndavél og þú veist þú ert að fara að sitja á YouTube og svona hugsa hvernig þú ætlar að klippa þetta saman á það. Já, það er líka bara, þú veist, þegar maður er komin, þú veist, maður er komin í smá æfingu, það er bara gaman að, taka myndavél fyrir svamanleika sem maður veitir að fara að hlæja manni, eða eitthvað. Ég segi við fyrir bara kringlun á bræðum og bara öskum myndavél. Já, þú veist, það er bara myndir ekki þóra því, Jú, það er bara erfitt, sko. Líka fara bara á, þú veist, það er líka alltaf þægilegt þú ert í útlöndum eða þú ert á flugvelli eða eitthvað svona, tala ekkert allir íslensku. Já. Það er líka næs, skilur, með hellinga fólki í kringu þig. Já. Það er smá þægilegt, en þú veist, það skilur enginn hana. Mér finnst að finna venlegt alveg að vlogga í útlöndum, sko, það er ekkert mál, held ég. Það veist, að ég var að hlusta á eitthvað hlaðvarp með, þú voru að tala um í London, það var miklu einfaldara, þú veist, svona dating dæmið þar, þú veist, það bara allir að bjóða bara hvort þau eru út, bara hei, vilt þú koma að data, þú veist, að því að, þú veist, á Íslandi,
þá skilur, ef þú ert í útlöndum þá veistu skilur ekki hitt sem mannski aftur. Já. Hér skilur, þú veist, allir sem sjá þig núna mun trúlega að sjá þig á 50 skilur. Já. Þú veist, við erum bara 300.000 kall. Nei, 300.000 kall, já. 300.000 kall, sko. Nei, við erum bara 300 og eitthvað 1000, þannig það vesen, sko. Já. Smá svona óþægilegt. Hitta mannskina bara neyri bæ daginn eftir eða eitthvað. Já. Það er reynda líka. Það er líka cool. Já. Það er tægilt sem svona fá með það einfallega fólki viðtal, eða svona stórt fólk. Kannski ekki inn á dyrna, nei ok. En líka, þú veist, einfallega að gera... Gast ekki slettur sér. Einfallega að gera research líka. Eins og þú veist, frænkaðinn, við þekkjum hana allir viss. Já, þekkið hana? Já, hún vinnur með okkur í bónus og er gamla bekkjarsystur okkur. Hver? Svanlaug. Já, ok. Já, inside information. Kannski hann bara ljúa, kannski er þetta ekki frænkaðinn. Já, hún sagði allavega. Ég er tjóka. Og þú ólst upp á Svínafelli. Já. Hvað er það? Það er sveitabær. Já, ok, cool. Svínafelli í Öræfum. Það er hérna, semst Öræfasveit. Þetta eru hvað, 5 tíma keyrsla úr bænum eða eitthvað. Já, ok, damn. Hvað er að þanga? Það er austur, semst. Já, flott náttúrulega. Ef þið veitir hvað Jökulsárlón er, þá er það svona, þú gerir hálftíma lengra til þess að komast þangað, sko. Já, sæll. Svona seminált þar, já. Er það langt frá Vík eða stutt frá Vík? 2 tímar lengra en Vík. Og þú ákveður svo að fara í ML? Já. Er það næsti skóli eða? Nei, það er ekki næsti skóli. Það er ekki næsti skóli, en það er, þú veist... Var það bara heima, veistu það? Já, það var alveg það, sko. Þú veist, ég vissi að ég þurfti að búa einhver annar staðar en heima hjá mér og þá langaði mér bara heima, veist. Það, veist. Ég vissi náttúrulega að það var örugglega geggja gaman, en bara þægilegt líka. Það var einu svona sem var svona aðeins að íta mér að lauga þegar ég var svona pæl í skólum. Já. Það var svona, heima, veist, það getur verið ógeðslega gaman. Já. Við erum einhverjum bekkja, eða svona í herbyggju og eitthvað. Einmitt. Eru þið í FSU? FSU, sko. Já, ég getur reyndar ekki verið með þér. Nei, þú verður ekki að gera það, ég hef ekki nefnað sko. Ekki að pröfa þetta? Nei takk. En mér finnst það samt smá fraud með ML að þú veist, þú þarft ekki að þrýja fötin sjálfur, skilur. Þannig að, þú veist, maður lærir þá ekki að gera það, skilur. Nei, það er alltaf bara, þú veist, það skellur að koma úr ML og allt í bara þarfst að fara hérna elda onni sjálfan og þrýja fötin sjálfur og eitthvað. Það er bara að segja vatna sko, eða eitthvað sko. Já. Kósi sér sko. Geggja, það er náttúrulega bara, þú veist, geðveikt á laugarvatni sko. Sorglegt núna að COVID krakkarnir bara fá hérna, þurfa bara að vera heima, maður geti ekki verið á heimavistinni, skemmtilegast að við að vera í þessum skóla. Nú er það svoleiðis? Já, eða á tímabili skilur, ég veit ekki hvað það er núna. Kynntist þau þar Arnari eða? ML? Arnari Dóri? Já. Við kynntist þar og margir aðra vinir mínir frá laugarvatni og kynntist kærustum mínir líka þar og bara, já, mjög mikið af fólkinu sem ég þekki sem var með mér semst í skóla þar. Ég bara pæla, ég var að horfa á einhver Mexíkó-vídeó hér. Já. Var það ferð frá ML eða var þetta eitthvað skólaferð? Þetta var útskriftarferðin, bara þegar við vorum útskrifast. Já, þetta var Mexíkó? Geggjuferð, já. Sæl. Það var þetta ár, hvað, 2018? Nei, jú, ég held... Ég var að horfa á þetta, ég held að þetta sé 2018. Þá hérna fórum mjög margir menntaskólar og framhaldsskólar til Mexíkó. Og hérna, það var bara geggjuferðin, við vorum í hvað, 2 vikur eða eitthvað og á svona alveg all-inclusive hóteli, þannig að þú veist bara matur og drikkir frýir bara eins mikið og við vildum allan daginn, allan dag. Damn. Varstu að drekka mikið? Sem var hættulegt sko, ég ekki... Nei, frýtt drikkur. Hvað er það að safa? Ég ekki að mikið og ef ég hef verið að, semst, ég var að, þú veist, klippa daglega vídeo hann úti náttúrulega sko, en ég fór fyrir hérna ferðarskrifstofuna. Bara svona eitthvað, bara langaði til að challenge mig aðeins, hafði samtöð við ferðarskrifstofuna sem við vorum að fara með og hérna klippti dagleg vídeo fyrir það og sem dagleg svona, þetta var 30 sekúndar bara svona klippa frá deginum. Snill. Þannig að hérna, ég var oft nýri í lobby á netinu þar að klippa í tölunum minni og það er mitt, fóru oft, þú veist, það var oft erfitt þegar vinir mann sem var að fara að fóra sér að drekka og skemmta sér eitthvað, var maður bara nýri í lobby að klippa sko. En ég fílaði það sko, það var eitthvað við það. Ég bara pæla þegar þú sagðir annað vídeo fyrir sjálfa þig. Þú varst að segja annað í vídeoan annað GoPro á hausnum. Já, akkurat. Að gera vídeo fyrir sjálfa þig stundum. Ertu bara með milljón vídeo bara sem þú gerir bara sjálfur og setur ekki út? Ég myndi ekki segja milljón, en það er alveg bönns. Já, veist, það er alveg slatti af stöffi sem ég svona það er ekki það að ég sé búin að klára þau og ég vil ekki gefa út, heldur bara meira svona ókláruðu stöffi sem er samt alveg, þú veist, kannski komin eitthvað saga inn, margar svona
mikið af svona montasvídeóum skilur, eitthvað svona ferðastöffi sem maður hefur klift en hérna, ég veit ekki, hef ekki fundist alveg, þú veist, nógu gott þess að gefa út. Þetta er líka bara góð æfing, þú veist, taka upp fullt af vídeóum og þú veist, geta kliftu, þú veist. Algjörlega. Eins og vilt annars að vera að setja út. Fyrsta myndbandi sem ég sá frá þér var hérna Flip. Já. Myndin hana sem ég gerði í kvikmyndaskólanum. Já. Með Stebba. Gænum hana, já. Gænum með hárið. Gænum með hárið, Stebba Flip. Þetta var fyrsta spurningi sem ég skrifaði niður. Getur þú gert backflip eða? Ekki á jörðinni, Ertu ekki búin að æfa neitt? Damn, hvað er að gerast þetta? Ég get ekki gert backflip á jörðinni nema þú veist með hjálp. Eða þú veist, ég get það náttúrulega líkamlega skilur, en ég myndi ekki treysta mér í það. Þetta er bara hausinn sko. Já, það er málið sko. Langflestir eru með hérna, þú veist, alveg vöðvana skilur og líkamann í það. Já, en, hérna, eiginlega bara allir sko. Þú þarft ekki að hafa eitthvað vöðva. Nei, þú þarf bara að kunna tækna það. Ég ekki gert afturbakkhælistök á jörðinni sko. Já. Og það er bara út að ég var alltaf að gera bara afturbakk á trampolínu, bara hvernig og svo bara, þú veist, bara fuck it, þú veist. Já. Áhverju ekki gera á jörðinni. Það er líka sko. Og ég ætla að kenna þér það bara. Það er líka það sem, þú veist. Ég get farið að flip húsi hana. Já, Rush. Rush, ekki ekki. Ég er farin á það, kannski halda frá hvað. Já, ég ætla bara að segja það, þú veist, ég vissi það ekki að ég var að gera þessa mynd og hérna, kannski margir sem vita það ekki að þú veist, það er miklu náttúrulega fyrir líkamæðin að fara í backflip heldur en frontflip. Já, þú veist, miklu. Vöðvarnir og fæturnir og bara allt, það virkar bara þannig miklu betur. Já, það er líka spindnar aftur og eitthvað svo skrítið, þú veist, að hoppa fram. Já, nákvæmlega. Þetta er bara, þú veist, langflestir geta þetta en já, hausinn sko. Hvernig var að vinna með Sigga Hall? Wow, það kemur alltaf á óvart hversu langt þið fóru. Já, hvað var það? Við erum bara með fullt. Ég veit ekki meir sko, en hvað var? Ég vann semst eitt sumar í Skaftafelli sem er semst þjóðgerður hérna í Skaftafelli í Öræfasveit. Þetta er bara rétt hjá Svínafelli þann sem ég er. Okay. Og var að vinna hérna með Sigga Hall. Hann semst var nýbúinn að kaupa eða var að stýra kaffetýrunni í þjóðgarðinum sem var svona, þú veist, sem í veitingastæði bara kallaði kaffetýri alltaf. Ég var að vinna þar sem bæði í eldhúsinu og bara svona alls konar stöf. Mjög, fyndin kall sko. Kendi mér að brjóta egg með einni hendi. Nú, næs. Gekkja sko. Og konan hans Svala held ég hún heiti. Mjög næs líka. Já. Kendi mér að gera pönnukökur. Nei, kendi mér að gera vöfflur. Það ertu bara ekki á vöffli gæði bara núna. Já. Það er skemmtilegt sumar sko. Það er búin að vinna hjá Sigga Hall Kiwi bónus, ekki? Hvað meira? Já, þú veist, ég vann sko, Kiwi er fyrsta vinnan sem ég sem er ekki bara sumarvinna. Okay. Já, bara svona full time. Já, og þú veist, ég hef aldrei unnið í svona langa tíma áður og ekki verið í skóla og ég fór beint úr ML í kvikmyndaskólan og náttúrulega beint úr grunnskóla í ML þannig klárar ekki ML? Jú, ég kláraði ML. Kláraði ML, bara náttúrufræðibraut eða félagsfræðibraut, já. Er ekki bara það tvær? Jú. Það var líka einu sem akkur ég nefndi ekki að fara á hana. Nei. Ég er að viðskipta sko, ég vil vera að viðskipta. Viðskipta, já. Nei, það er bara gott fyrir lífið, skilur við. Já, algjörlega. Vita, eins og ég var að spæla, skilur við, með Kiwi, er alveg lífeyrissjóður allt þannig? Já. Já, ok, snill. Þetta er bara fyrirtæki. Já, þetta er fyrirtæki. Þetta er alveg alveg stöf, skilur við, þetta er ekkert bara svona verktakvinna, skilur við. Nei. Ég var að pæla, settur þú nýju spurningunum? Já. Ef ekki það bara skella okkur í skemmtilega spurningar frá hlustundur sérst. Þetta er spenntur maður. Spurðu? Já, bara ask away. Þið ættu að fá þennan mestað til þess að útskýra fyrir ykkur hver Gunnar Górilla er. Hver er það? Gunnar Górilla? Hann ok, fóruðin að vita hver kom með þetta. Er það bara einhver vinnin allir? Já, þetta er bara Gunnar félagi minn á Laugarvatni sem við vorum alltaf að gera grína að væri górilla og það var svona sterkur það? Svolítið massaður og svona ræktargæðir sko. Svona stífur svona eins og górilla. Ekkert meira það sko. Bara beða heilsa Gunnari. Bara hæðast að horfa. Gunnar Górilla. Hvernig er það heitasti myndatökum landsins? Hvernig hæla? Þú veist það? Herri, bara geggjað sko. Það er frábært að vera heitast í myndatökum að landsins. Ég held að það var strákur sem sagði þetta sko. Ég held það. Ekki að skipta máli. Nei. Hver er Goat og Burrito geitin á Serrano? Goat. Já, Goat Burrito. Hver er Goat? Besta? Er það bara eitthvað burrito eða?
Já, sko, burrito dæmi, það var hann að ég er búin að fara á okkur sem að eldfjallinu. Já, hann af vloggið hann að... Já, og það byrjaði eitthvað svona þeng að fara alltaf með burrito og eitthvað. Já, og svo eitthvað kaffi shit líka. Og já, sem var það líka. En það var bara barbecue burrito og serrano, taka það með eldfjallinu og... Aldrei að fara serrano. Ég að fara serrano eftir það? Já, ég er alveg til það, sko. Ég mæli með, ég er mikil serrano maður. Serrano maður. Satt að hann oftast kallaður sviðurður. Hvað er mál með það? Þetta er mikil engahúmor. Þetta er sérst Anton úr Kíví. Einu maðurinn á plánutinu sem kallaði mig sviðurð. Það er eitthvað djók út í eini maturinn sem ég borða ekki eru svið. Þannig að Hvað er kallaði sviðurð? Hann er bara kallaði sviðurð. Ok. Hvað er gamall? Ég er með spurningana. Þú mátt ekki stila þessu. Ég er stealing this show inna. Ok, hvað sér þú? Ég er 22. 22, það var 99 mótil. Ég var búin að checka, já. Ekki eins og verið búin að checka 5. júni 5. júni, ekki? 5. júni. Og það ammálið, ekki? Nei, júli. Já, 2. júli. 2. júli, já. Næsti. Hérna er frægasta spurning bara í podcastinu allir. Hvað er uppáhaldslægið með Inga Bauer? Ég held Andris hefur spurt alla hlustanda af þessu. Ekki sölu. Ekki Þorgrim. Hvað uppáhaldslægið með Inga Bauer er? Inga Bauer, veistu hvað Inga Bauer er? Já. Góð spurning, ég held upp til hópa remixið. Já, það er þetta geggja. Já, hann er búin að gera geggjur remix sko. Já, og Jamie Kvöld remixið. Jamie Kvöld, já, hann gerir líka, hann er búin að gera eitthvað nokkuð með Herran Hitsmér, eða ekki? Jú, líka bara, Dix með sér að bjössa. Hvað var að gera með Herran Hitsmér? Það hétt eitthvað. Upp til hópa. Já, ok, það var ekki, já, ok. Já, það er uppáhalds. Ok. Það gerir líka Nei. Okay. Já, og það er bara gert sjálfur hérna rangum maður og allt það. Please, chillaði. Chillax, man. Góð bíómynd versus gott YouTube-myndband. Þetta er frá Gretari, Kaja. Ok. Góð spurning. Er það bara, hvort er betra? Já. Sko, já, þú veist, er þetta að bera þetta saman, sko. Þetta er náttúrulega 2 mismunandi hlutir. En ég er, þú veist, horfi oftar á YouTube heldur en bíómyndir, klálega, sko. Og og þú veist, YouTube-myndbönd náttúrulega bara er allt annað dæmi, sko. Já. En ég kann að meta meira góð YouTube-myndbönd eins og heldur en góða bíómyndir, sko. Eiginlega, sko. Mér finnst það svona áhugaverða bara artform. Já. Það er líka, já, ok, það er bíómyndir á YouTube. Já, það er bíómyndir á YouTube. Alltaf á YouTube, en ég býst að hann sé að tala með mitt svona YouTubera. Það er svona að fara í bíó, hvað ekki. Hvort myndir þú vilja geta vera búa til geggjað bíómyndir eða vera búið til geggjað YouTube-myndbönd? Fyrir eitthvað, þú veist, já, kannski vera stór svona upptökumæður fyrir bíómyndir eða stór YouTuber? Bara 100% YouTuber, held ég. Já. Quentin Tarantino vs. Casey Neistat. Þú veit Casey Neistat? Já, 100%. Það er samt einhvað svona við það, ég held að allir hafa viljað að vera YouTuber. Ég vil vera með bíómyndir. Það var svo fucking nett að vera plakkat, já, gera þetta, ég er döður og þú veist, þetta er með lifa. Reynda það getur unni Óskar og eitthvað? Já, ég held sko, það besta sem kvikmyndaskólinn gerði fyrir mig var að hann lét mig átta mig á því að ég vildi ekki fara í kvikmyndaðina sko. What? Já, shit. Henni er gott að það er 32-bit flót sko. Það klippur ekki neitt. Ok, hversu er haldt áfram? Nei, bara, þú veist, það er með hljómar svolítið skringilega sko. Að fara í kvikmyndaskólan og fíla síðan ekki, þú veist, að gera kvikmyndir. En þú veist, mér fann, það var aldrei áhugasöðu mitt, skilur, en þú veist, það staðfestaði líka þar, skilur, að ég hef miklu meira áhuga að vinna á bara, þú veist, eins og við vorum að tala um YouTube-myndbönd frekar heldur en bíómyndir sko. Já, ég er eiginlega með það, ég myndi ekki vilja búið til kvikmyndir sko. Nei. Einhvern veginn út af pressu og bara þú veist hlustaði á mig maður, shit, en viltu ekki bara djötsa mig í drastli? Djötsa mig í helviti drastli. Þannig að þú veist frekar að gera eitthvað sem við skemmtilegt skilur og búið til stuttar sketsið eða eitthvað, það er geggjað, búið til stuttmyndir eða eitthvað. Mér fannst alltaf sko, þú veist, á kvikmyndasetti, þú veist, að þú ert ekki nema sért á eitt af þessum bara stóru hlutverkum en þá ertu svo oft bara svona eitt tannhjól í bara risastóri vél, skilur en ef þú ert YouTuber náttúrulega þá ertu oftast ekki nema sért stór, skilur, þú ert bara að gera þetta allt sjálfur það er miklu meira creative við það þannig að þú vilt bara vera one man band bara ég ekkert endilega one man band en þú veist, ég hef meiri áhuga á minna svona production tími, sko þú veist, mér finnst ekki heillandi að vera að vinna á 30 manna setti eitthvað þar. Nei, einmitt. Ég er auðvitað sko, ég er á setti einhver stað sko. Einmitt, og þú veist, ég á marga vinni sem eru hinum megin sko, en ég er mjög þakklátur fyrir kvikmyndaskólan að hann kendi mér það sko. Vist, ég áttaði mig bara á því þar, ok, þetta er ekki. Hvernig áttaði þér á því? Bara með því að gera það sko, bara við erum á öllum sem settum og svona, þú veist, það var ekki,
þetta var ekki það sem, þú veist, þetta var ekki ástæðan fyrir að ég fór í kvikmyndaskólann til að gera þetta. En náttúrulega bara samt mjög, þú veist, maður lærði hellinga á að vinna með fólki og að kunna all hlutverkin og kunna allar græðunar og allt þannig. Þannig að, þú veist, ég er mjög ánægður ég fór í þennan skóla, sko. En já, það sem eitt af mikilvægasta held ég sem ég græddi á honum var það, þú veist, ég áttaði mig á því hvað ég vildi. Meira, eftir hvað ég vildi út úr þessu. Já. Hvað myndir þú segja að var svona skemmtilegasta verkefni sem gerðir í skólanum? Er það ekki svona fullt af verkefnum sem þú þurftir að gera? Jú, það er alls konar verkefni, sko. Ég held Flip myndin. Mér fannst það skemmtilegt verkefni, sko. Þegar ég, þú veist, bjóða bara svona svolítið til sjálfur. Það meikar enga sens sem að pæli því. Myndin sem fjallar bara það að ég, langaði bara til að æfa mig að gera, mér langaði til að læra að gera backflip. Ég bara cool, það væri cool að kunna að gera backflip. Og bjó til svona semi-heimildamynd. Eða, þú veist, þetta var í raun heimildamynd en hún var gerð á svolítið svona skemmtilegan hátt að mínum að allavega. Og já, mér finnst það skemmtilegt, þú veist, mér langaði bara til að gera eitthvað skemmtilegt og ég náði því, þannig. Já, og ég kynnti Stebba líka sem var geðveikt, þú veist. Já. Hann er algjört legend, sko. Mér var gætilega að fara í parkour, sko. Ég láði gaman, sko. Já. Við getum heyrt í einhverjum, ekki bara heyri í einhverjum. Stebba bara. Bara podcast. Fáið Stebba í podcasti, sko. Hann væri áhugaður. Bara neina að kenna Óla backflip á jörðinni, please. Já. Bara nokka þetta. Bara í podcastinu. Það getur við verið báðir eitthvað út á götu eitthvað að gera backflip. Nei, getur bara verið með lav mics og færi bara í parkour session og verið bara Já, podcastið leiðin. Já, hann myndi elska það, sko. Það var reynda fucking geggjað. Já, bara við erum að teipa það vel, sko. Já, reyndar. Svo dætti ég á hann. Fá hugmyndir í miða podcastið. Nei, deep question hérna. Ok, tilbúin. Nei, ok. Ég sá þetta YouTube channel eitthvað 10 questions you need to ask in a podcast. Ok. Það er að spyrja allar. Nei, bara eina. Ok. Hvað hefðu þú viljað vita áður en þú fórst í eina bransa? Það er kannski ekki það deep, en já. Það er ekki deep finning. Já, bara mentally prepare hann, sko. Já. Þetta er góð spurning, sko. Þú veist, ég hefði verið til í eins og ég var að segja, þú veist, þegar ég var í kvikmyndaskólanum þá náttúrulega svona áttaði mig á því hvað þessi áhugi var hjá mér, skilur við. Okay. Ég var bara svona, ok, ég vissi að mér finnst þetta gaman og bara svona, á kvikmyndaskólinn, hann make a sense, þú veist. Ég get farið í hann og lært að gera vídeo, út af ég hafði áhuga að gera vídeo. Þú veist, ef ég ætti að segja eitthvað og kannski myndi ég hefði viljað að, þú veist, ég hefði vitað að fara meira strax í svona, þú veist, fókusa meira, skilur, á Instagram og YouTube og svo samfélagsmiðla áður en ég fór í kvikmyndaskólann. En á sama tíma verð ég samt að segja, þú veist, ég hefði ekki verið til í að fara ekki í kvikmyndaskólann og sleppa því að hitta allt þetta geggjaða fólk sem ég kynntist þar, sko, og fá öll samböndin sem ég, þú veist, fekk þar. Plús það að það sem sáskóli gaf mér var bara, þú veist, 2 ár í Reykjavík til þess að aðeins, þú veist, ég var ekki í vinnu þannig að ég gæti bara við aðeins í skóla og það var svona aðeins rólegra. En já, ég veit ekki, ég vona ég svona eiginlega að svara þessari spurningu. Trikki spurning, sko. Nei, þetta er fínt, sko. En hvar byrjuð það eiginlega núna? Bara... Ég býð í Hlíðunum núna. Ég og kærastu mín. Já, ég er Reykjavík. Ég ræti ekki rassinn, sko. Nei, ég veit ekki, ég ræti ekki neitt, sko, þannig ég veit ekki eftir ég er búist við það. Býð bara íbúð og bara einhverstaðar Reykjavík bara. Já, bara í höfuðborgarsvæðinu bara. Já, næs. En þú verðist vera svona gæði sem ferðast mikið, eða ekki? Og ert alveg... Jú, svona því ég get, sko. Já, og eins og ég séð, þá ertu mjög mikið fyrir að stökka á klettum. Já, ég elskar að stökka á klettum, sko. Já, Óla líka. Nei, ég hef aldrei gert það. Nei, þú veist, það er eitthvað með... Elskar þið verðið að koma að stökka eitthvað. Já, ég hef gert það einhvern tíma. Það er 100% að gera það í vloggi, sko. Já. Það er ekki ekki. Þess að ég byrja bara... Nei, mér langar að kaupa wetsuit, þetta er bara allir out of stock, sko. Ég bara stokki á einu kletti, það var á flúðum, þetta var bara pínlítið. Ég stökk reyndar, ég fór í rifrafting og það var svona 6 metra klettur. Já, ég hef gert það. Það var mjög gaman, sko. Já, það ekki. Fallið var alveg svona 3 sekúndur eða svona 2. Já, 6 metrar er alveg bara hellingur, sko. Já, ég gerði það ekki út af mig, það var svo ógeðslega kallt. Ég var að deyja og hefði farið hann í vatni eða ég bara dáði. Maður var alveg skjálfað, sko, eftir þetta. Það var líka, sko, maður var að passa sig, sko. Skemmtilega líka var að maður var bara í life jacket og það var svona straumur, sko. Já. Maður svo synda, skilur, á móti straumnum til þess að, þú veist, annars myndum maður fara bara yfir, sko. Þannig að það var smá svona creepy, sko. Og maður var alveg onni í vatninu og svo bara stökk maður upp. Já, ég var mjög til í það, sko. Þetta er mikið adrenalinfíkill. Okkur að sagt það líka. Spurning. Ég er klálega adrenalinfíkill að einhverju leyti. Ég held að það er allir að einhverju leyti, sko. Eitthvað smá allan, sko. Já, þú veist, það fíla allir að augra sér smá. En þú veist, hvort sem það er, skilur bara...
gera eitthvað super venjulegan hlut, skilur, bara fara aðeins út fyrir þægindaramann eða þú veist, og einmitt, og hvað hátt sem fólk gera það, þá hérna, þú veist, bara að stökkva klettum er bara einhvern veginn eina af mínum leiðum, sko. Ég byrjaði að gera þetta svona, þú veist, byrjaði að gera þetta miklu leyti fyrir, 2 árum síðan eða eitthvað, og hérna, síðan hefur þetta bara alltaf verið svona fastur liður á sumrin, að fara, þú veist, helgar og eftir vinnu og eitthvað að stökkva klettum. Þú gerir backflip af klettum, ekki? Alveg, ég sé ekki. Já, þú þorir því, en ekki. Já, það er einhvern veginn miklu skýrjar fyrir mér að gera backflip bonni í vatn, sko, ég veit ekki okkur. Nei, svona haftlítur, skilju. Þannig aftur, þetta er bara hausinni mitt. Ég veit ekki, fyrir mér var það bara auðvöldar út af, ef ég lendi á bakinu á, eða fyrir alltaf eftir fallsunni, skilju, en ef ég lendi á bakinu á vatni, þá er ég ekkert fara að meiða mig, ég er að fá skell, skilju, en ég er ekkert að fara að brjóta neitt. Versus ef ég lendi á bakinu á gólfinu hérna eða eitthvað á malbyggi. Ég þetta gert það er ekki það sko. Nei, einmitt. Byrjaði þetta líka í the big one. Þessi áhugi. Þú varst að hoppa þar onni. Já, ég hef alveg verið að hoppa síðan ég var krakki. Þetta var einhvern veginn alltaf svona eitthvað sem ég held að veit ekki hvort það var systir mín sem kendi mér þetta eitthvað svona, bara að fara að hoppa á henni í eitthvað kalt, bara geðveikt eitthvað. Þetta var aftur bara svona adrenalín og eitthvað klikkað, kalda vatni náttúrulega bara geðveikt sko. En þú veist, þetta fór einhvern veginn á næsta level fyrir 2 árum síðan eða eitthvað. Það var, þú veist, þá líka fann ég svona svolítið hóp af fólki sem fannst þetta líka skemmtilegt. Og það er náttúrulega miklu langt skemmtilegast að fara saman. Þannig að hérna, þetta er einhvern veginn orðið bara að, já, einhverju föstu og við erum að fara, þú veist, það er alveg nokkra ferðir planar og já, bara sjúklega skemmtilegt. Ég mæli með að fólk prófa þetta, bara farið varlega. Hvernig veitir hvað kletta má að virka? Googla. Sko, já, þú veist, venjulega, þú veist, allir klettar sem ég hoppaði í fyrsta skipti þá er ég með einhvern sem hefur hoppað þar áður og við erum ekki með honum hérna Konna Gotta, ég veit ekki hvað það er. Já, setur það ekki í vlogg með honum? Jú, akkurat. Hann hérna er bara, þú veist, hann er búinn að vera að gera þetta í mörg ár og hann er svona típa sem vaknar fyrr, skilur við, til að fara að hoppa og mætir síðan í vinnuna. Bara þetta, þú veist, hann elskar þetta það mikið og hann er að henda sér fram á mörgum metrum og bara í, þú veist, gainera, backflip eða alls konar, hann er alveg klikkaðir en hann hérna, þú veist, hann þekkir mér líður eins og hann þekkir alla staða í landinu sko, en hann þekkir náttúrulega mjög marga henni kringum Reykjavíkursvæði. Er alveg margir það? Já, það eru lúmst margir sko. Þú getur mér svo hoppað hann í 11 ára sko. Já. Það er einn klettur að það sem var hoppað þegar ég bjó í Árbænum. Já. Það var alveg hægt að hoppa þar allan. Já. Þannig að það sem er kjurt, skilur, eða annars. Já. En síðan er líka málið, sko, hann kendi mér það líka, sko. Það er, þú veist, ef þú ert alltaf að hoppa eitthvað svona ágætis hæðum, þá viltu hoppa í fossa frekar heldur en kjurt vatn, sko. Og það er bara, þú veist, þú, hérna, fossin brýtur vatni fyrir þig. Þú veist, þannig að það mun minni líka að fá eitthvað skell ef þú lendir á bakinu í foss, eða, þú veist, maganum eða eitthvað, heldur en á bara alveg kjurru vatni. Og en það er samt einhvern veginn miklu meira skeri sko, að hoppa ofan í foss og það, þetta lítur alltaf út svona. Já, mér fannst það mjög óþægilegt sko, en síðan ég fann það leið að maður fór ofan í, þá bara svona maður flaut bara, maður fekk ekki þennan skell og þú veist, fór síðan og hvað, maður bara flaut ofan í sko. Ég hoppa svona fyrir aftanfoss, ég sé það á netinu, það er óslega nett sko. Hoppa fyrir aftanfoss? Já, maður fyrir svona hoppa nýður, svona bara alveg nýður fossin og svo koma fyrir aftan. Já, nei, ég hef ekki gert það. Það er cool sko, ég veit ekki hvort það sé Íslandi sko. Það var maður svona inn í eitthvað svona, bara klettur á það eitthvað, bara fossin hann að lokar allir. Já. Þetta er cool. Þetta er náttúrulega svolítið svona extrímsport á Íslandi og það, þú veist, kalt vatn, það er allt, maður er alltaf skítkalt þegar maður er að gera það, skilur, en þetta er bara svo sjúklega gaman, þetta er líka, þú veist, málið með þetta er ákveðin svona huglegging, þú veist. Það er, þú veist, það er ekki sens þegar þú stendur á brúninni á einhverjum klett og horfir niður, þú veist, horfir niður eitthvað foss og ert að fara að stökkva einhverja nokkra metra, þú veist, kannski 6 metra. Það er ekki sens að setja að hugsa hvað, þú veist, þú er að borða kvöldið eða eitthvað, eða hvort þú ert bara algjörlega í mómentinu og það er held ég það sem, þú veist, margir fíla svona mikið við þetta, sko. En mér finnst það samt eðileggi fyrir fólki, eða svo sagðir, þú veist, ef þú stendur og horfir, skilur, þá er þetta eðileggi fyrir þér, ekki? Og þú veist, þá kannski hættir þú við. Jú, oftar frekar, ég myndi alltaf bara frekar bara. En það, síðan er það líka, skilur, það er partur af prósessinu við að, þú veist, þú ert búin að vera að mana þig upp í að hoppa þarna í 20 mínútur og síðan gerur það. Þetta er svo ótrúlega mikill sigur á sjálfu þér, sko. Já. Þetta er ótrúlega andlegt í raun, sko. Ég ætla ekki að hoppa þarna á flúðum, sko. Manstu, við vorum flúðum. Já, það var svo kalt. Það leið ekki vel eftir að gera sko, bæði vel og drullu kalt og mér langaði bara, þú veist, það var ræðilegt, sko.
Það var gaman að hoppa sko, það var ekkert eitthvað. Bara hoppa og bara ekki lenda inn einu, bara hoppa. Já, bara alltaf verið þetta. Bara falli á stökk, ég var til í það sko. Já. Eins og með mig, ég er búin að gera þetta mjög oft í 2 ár og þú veist, ég er ennþá alltaf skítræddur því ég hoppa og það er líka, það er alveg stór partur af þessu sko. Maður er alltaf að einhver leiti að sigrast á sjálfur sér þegar maður hoppar fram á þessum kletti sko. og onni eitthvað vatn út eða þú veist, sérstaklega þú ert að gera það fyrir vinnu, bara af hverju ætti þetta að vera þægilegt, þú veist, þú ert að hoppa onni eitthvað, þú veist, vatn við frostmark og er skítkallt fyrir. Þetta er bara svona, stundum er búið erfitt að láta þetta make sense í hausnum á sér en þá þarf maður bara aðeins að loka honum og bara gera sko. En er þetta eitthvað hættulegt eða, þú veist? Já, auðvitað er þetta hættulegt en það maður verður bara að fara varlega og vera, þú veist, ekki vera hálfviti, þú veist. Einmitt, vera búin að kanna, þú veist, við erum að fara á eitthvað stað sem maður hefur ekki hoppað áður. Já. Þá, þú veist, förum við og köfum, skilur, og förum voni út að, þú veist, náttúrulega getur stór slasað ef við hoppar á stein eða eitthvað. Þannig að, þú veist, við vitum alveg á hvaða svæði má hoppa og hvað ekki. Og En af hverju ekki svona life jacket? Bara, þú veist, venjulega er þetta ekki það djúpt. Þú þarft ekki það djúpt vatn til þess að geta hoppað alveg af nokkrum metrum. Ég man ekki alveg hvernig starfæðan er, skilur, en vatn dempar þig alveg frekar hratt, sko. Þannig að, þú veist, oft ertu alveg að snerta bakkan og bara spyrnar aftur upp, sko. Já. Þannig að, frægasta sveskja sem við hitt. Já, það er næst spurning. Hver er frægasta sveskja sem við hitt? Frægasta sveskja? Mannsveskja, þú veist. Mannskja. Já, ég var bara, hvað stendur það? Skiljið þetta ekki? Nei, stendur mannsveskja? Nei, það stendur bara frægasta sveskja sem við hitt. Hvað varst að skrifa? Hvað, þetta er spurningar? Er þetta frægasta manneskja sem við hitt? Auðvitað með það. Hvað, er þetta frægasta sveskja sem við hitta? Ég kom ekki nála þessu. Er það eitthvað tegund af manneskjum eða hvað? Já, ég kom ekki nála þessu. Er ekki að nota það? Það heyrið það fyrst hér, krakkar. Ég ætla að byrja að nota það. Já, sveskja. Og þetta trendar svo eitthvað, þá er ég bara Óli kom með þetta. Þá er mannkynnið búið, sko. Það er þetta komið, sko. Það var ykkur að kenna. Ég er með þetta enga, þegar borgið með 500 kallaði notið þetta. Já, það eru tökum bara þessu spurningu. Hvað er frægasta manneski sem þið? Er það sexist býst Rúnar eða? Rúrik meina ég. Já, það gæti verið. Eða ef við erum að tala um frægð í followerum. Já, bara frægur bara. Þá, já, örugglega Rúrik. Þessi hérna líka, nei. Ég sagði Rúnar. Já, hvað hefur Rúrik marga followera á Instagram? Hann er líka búin að dansa og eitthvað shit núna sko í Þýskalandi. Já. Byrju. Gæti líka verið hann Hefur hitt annað The Mountain? Nei, ég hef ekki hitt hann. Nei, ok. 881k. The Mountain er með 3 milljón sko. Animist, hún er með 2 eða eitthvað. Já. Hún er alltaf í bónu sko. Já. Hún er ekki það há sko, ég held að vera. En þegar við hitt hana? Þetta er leiðin til að hitta frægt fólk, byrja að vinna bónus. Já, maður. Það er líka sveskum þar. Heldur sveskum þar. Ég bara, heyrði, það er eitthvað aðeins að kassa mér þannig að lata hann og hefur hérna, segja allt bara alltaf. Maður þess að skilur ekki. Nei. Það er úr eitthvað. Já, ætli það ekki. Það lítur að vera. Jú, sennilega. Ég hitt hann aðeins, gerði einhver 2-3 Instagram-vídeó fyrir hann. Mjög skemmtilegt. Hvað var hann að bralla? Hann var að gefa út ból í samstarfi við 66 gráður norður og SOS Barnahjálp. Var semst verið að myndan í bólnum og síðan var ég að taka svona behind the scenes myndefni og eitthvað. Var það þá Kiwi project eða? Nei, það var bara ég sjálfur. Þannig að þú ert líka freelancer? Já, ég er líka alveg að taka að mér sidegig eins og er. Hvernig verður? Það er ein áfengi sem ég vil taka í kvikmyndaskólanum. Það er svona sem langar mest, skilur við. Ég var alveg til að taka allt, en sem langar mest, skilur við. Það er svona sem ég myndi fá eitthvað mikið úr, sem ég veit voru lítið er síðast áfengin sem er skattana og skýrslunar og allt þannig. Já. Það er valuable, sko. Það er valuable, ég er alveg sammála því og ég hefði verið til að hafa þann áfanga mun lengri og bara, þú veist, ég er bara ekki sáttur við hvað hann var stuttur. Þetta var man ekki hvað þetta var, 3 vikur eða 2-3 vikur. Og mér fannst, þú veist, og ég hef fyrsta lagi viljað hafa hann sko á fyrsta ári. Síðan heyrði ég eitthvað segja að það myndur allir droppa út eftir leið að það sá ekki að búin þetta er bara herði. Já, það meikar engan sens. Mér lækkar að fá hann fucking áfanga sko, þetta er svo interesting sko. Þú getur örgulega bara lært á netinu sko. Já, nei, það er alltaf Íslandi sko, þú ert að læra alltaf íslensku lögin sko. Já, maður getur alveg lært þetta á netinu, það er bara svo þegar þetta að fá eitthvað sem útskýrir þetta bara fyrir manni fyrir framan. Það var 12 skrona svona námskeið sem eitt svona fyrirtæki eins og Kiwi var að halda. Þeir bara held að það fyrra og ég mistaði sko. Já, ok. Þeir þurfa að gera aftur. Jón Jónsson var alltaf með svona líka. Jón Jónsson var alltaf með svona líka.
Nei, þetta er bara fyrir kvikmynda. Já, bara fyrir, já. Þú veist hvernig skýrslótt komið, þú veist, það er ekki að skrifa undir, þú veist, hjá fólkinu, þú veist, hvað, þú veist, eins og bara, hvað var day rate og allt svona, skilur, skattanir og allt þannig. Sko, ef ég eru alveg hreinskilin, þá er ég ekki, þetta er ekki my specialty, þannig, en hérna, þú veist, áfangin kendi okkur í raun bara allt það að vera verktaki og þú veist, ég er ekki með vasknúmer. Ég er bara, hérna, veist, þá má ég rukka upp að, hvað er það, 2 milljónir á ári. Það er skattfrítt, ekki? Jú, eða þá þarf ég ekki að fá rukka virðisaukaskatt aukalega skilur fyrir það. Takk fyrir þetta, gott að þetta. Já, en þetta var bara að kenna okkur, þú veist, áfangin í kvikmyndaskólinu var bara að kenna okkur að halda utanum öll gögn og bara hvernig við ættum að gera þetta rétt og það, þú veist, þetta er alveg, þú veist, flókið, sérstaklega vart að gera þetta sjálfur og síðan náttúrulega líka að vera með eitthvað í þessu og alltaf gott að skilja þetta sjálfur. Já. Þetta er eitthvað sem ég þarf að fara betur í, sko. Ég er ekki alveg með þetta hreinu, sko. Mér er að læra þetta. Er það bara með tvíreita reikning og bara skrifa upp það, bara reikningsnúmer og svo bara kennist bara allt? Já, þú veist, ég var alltaf með bara reikningsbók, en síðan sagði eitthvað mér að það var svolítið gamaldags og hérna, núna er ég byrjað að nota síðu sem heitir Konto, sem er bara svona bókhald síða. Þá getur bara sendt reikninga í tölvupósti og meira segja með bankaðinn tengdan, þá getur líka hérna sendt bara í gegnum bankan, þannig að fær bara fyrirtækið á bara reikning inn á heimabankan sinn. Taka þeir eitthvað chip eða er þetta bara mánaðarlegt fí? Þetta er frítt upp að vissu marki. Það fer eftir hversu mikið þú ert að rukka, þú veist, á ári og þá þarfst að borga fyrir þetta. Þú veist, ég er ekki að borga fyrir konto akkur núna og því ég er ekki að taka að mér það mörg sidekick að ég þurfi að, þú veist, vera með vasknúmer í fyrsta lagi. Segjum að fara upp í 2 milljónar. Já. Það er cool, nei, ok. En segjum að fara upp í 2 milljónir, það maður þá að borga fyrir konto eða? Ég man ekki alveg hvað markið er. Já. En hérna, það er eitthvað þannig. Maður þarf að skrifa þetta, sorry að tala yfir, en maður þarf að skrifa þetta ekki inn í reiknings var ekki í mars sem það kemur í skattskýrslunni. Já, skattskýrsluna. Maður þarf bara að skrifa það bara að gera grein fyrir þessu, já. Já, er ekki bara eitthvað reytur hann að Jú. Eitthvað aðrar tekjur held ég. Jú, akkurat. Já. Og bara upp í 2 er þetta góður. Já, ef þú ert semst ekki með vasknúmer þá ertu góður, en síðan þarftu að, þú veist, annars þarftu að græja það ef þú sérð fram og þú sérst að fara að rukka meira en það. Og vask. Þannig, þú veist. Maður getur líka bara stóna EHF, þú veist, það er ekkert mál líka. Eða hver er munurinn á vask og bara EHF, veistu það? Ég er ekki með alveg hreinu, sko. Ég veit að, þú veist, já. Nei, ég bara Þetta er áhugavert, sko. Nei, maður ætlar að rukka bara að vita, þú veist. Já. Þú veist, þá er þetta ekkert svindl, skilur. Þótt það sé tækna sig á svörtu, en þú mátt gera þetta upp í 2, þannig, þú veist. Já. Gott að þetta. Já. Maður er ekki fraud hérna. Það er líka bara professional, skilur. En förum í annað. Ertu með gas? Veistu hvað það er? Er ég með gas? Það er eins og vinur mér að hliðan á mér er með. Hæ? Gear Addiction Syndrome. Nei, Gear Acquisition Syndrome. Það er fyrir eitthvað Addiction Syndrome. Já, takk að segja. Acquisition, veistu hvað það er? Nei, hvað þýðir það? Acquisition. Ég veit hvað addiction þýðir. Ég er butcher að þetta er neymi, sko. Acquisition er bara svona, bara hoarder basically, sko. Já, ég skil, ok. Nei, ég elska að fá nýja græjur, en ég er ekki búinn að kaupa mér, ég keypti mér hérna myndavél í menntaskóla fyrir 4 árum og eina linsu. Hvað var það? Og það er Lumix GH5 og hérna bara 12 til 60 linsa og ég er búinn að eiga það síðan og núna er ég að fara að kaupa fyrst nýja myndavél, þannig að ég er ekki með gas, myndi ég að segja, sko. Nei, ég er með smá gas. Loggaru með þeirra vilja? Já. Nú, ég held alltaf að þú veist með Canon, ég veit ekki okkur. Nei, ég er með Lumix, já. Ekki vel, ég verð líka mjög svona smá skrítið, ég verð svona tilfinningabundin græjunum mínum, sko. Já, það er erfitt að selja þær. Já, alla minningarnar sem ég er búinn að skapa með þessu. Eiginlega ekki þannig, þú getur ekki sagt það. Nei, ég hef kannski með fyrstu vélina, ég vil ekkert selja hana, sko. En þú veist, fyrir mér er þetta bara hluti, sko, líka eiginlega, veist, maður er bara svona að hugsa það, sko. Já. Þú veist, mér er alveg sama að ég myndi bróta það, sko, ég myndi bara borga aftur, sko. Það er peningur bara. En þú veist, ég var reynd með, sko, ég var reynd í bónus í gær með að vinna með Einari, ég var alveg að segja með henni að ég er með erfið ákvöðin, sko. Á ég fór í GH5 eða taka aðra Blackmagic 4K. Og ég fór í aðra Blackmagic 4K. Ertu búinn að panta hana? Nei, ég er búinn að panta alla aukuhluti. Já, ok. En ég er frá útborgunni í júní. Já, ekki. Já. Það er svo fyndi alltaf eitthvað útborga, sko, þá fæ ég alltaf ræðið frá honum. Hvað hann alltaf að kaupa sér. Já. Alltaf einhverja nýjir hlutir. Hvað er þetta að panta? Ég er bara, eins og ég segist, ég er ekki að, ég er bara að panta mér og að lítið af stöffi, sko. Panta bínig, ég er bara mjög svona, ég veit ekki, eitthvað svona nægjur sem er í mér, sko, sem ég bara, ég á gott stöff, sko, ég á GoPro-vél, ég á mic og ég á myndavél og síðan, þú veist, eins og núna þegar ég er að vinna upp í Kiwi, þá er náttúrulega bara að nota í græðunar þar, sko. Þetta eru bara í Kiwi?
Já, en vloggi mín er þetta í vennilega heima. En ég gæti alveg gert það í Kiwi. Og þú edit það með Premiere eða ekki? Jú, akkurat. Og það kvikmyndaskóla leggur áherslu eða ekki? Það var enda bara því ég kunni á Premiere áður ég fór í kvikmyndaskóla. En það er náttúrulega, Premiere er náttúrulega langur vinsælasta klippið orðið. Já, alltaf læg sko. Ekki, þú veist, ég skil alveg fólk sem drullar yfir Premiere sko. Já, við erum í Final Cut og ég er að færast yfir í DaVinci sko. Já, DaVinci gæti orðið framtíðin sko. Já, það er framtíðin sko. Já, alltaf. It's the future. Það lítur allt út fyrir það. Já, 2 Pro-passa fyrir hana DaVinci Resolve. Og hérna, nei, og svo er ég að fá annan út að maður fær frýtt 2 með þessu, en ég ætla bara að selja hann bara 20 skall. Það kostar $300. Ég ætla bara að selja hann í Íslandi 20. Þannig að það er ódýrari, þessi vél er ódýrari eldur en GH5 sko. Já, maður vil líka hafa bara consistency alltaf sama, allt batteri eins og svona. En ég spurði mig aðeins og Óli í vinnunni í gær hvort það nætti að fá sér hérna vélina eða Blackmagic. Já. Og ég er einhvern veginn þannig að ég myndi aldrei vilja hafa 2 gerðir af hlutum, þá áttur líka sömu batteri í draslið og sömu græð. Þú meina þú vilt það ekki? Ég myndi aldrei vilja, ég vill hafa sömu græð. Já. Ég myndi aldrei vilja hafa 2 sikkurar. Já. En svo GH5 samt gott stabilization sko. Já. Hann stekk með ró. Ég elska þessa vél sko, við erum bara geggið sko. Það er bara að klippa eitthvað ró eða? Þannig að Blackmagic, þeim er 4K líka. Já, ég er búinn að klippa eitthvað. Í DaVinci, já. Svo núna Gen 5 Color Science og Gaston alveg gert það fyrir sko. Já, en við erum ekki mikið í DaVinci en við ætlum að prófa það þessum daginn. Já. Erfitt að taka, svitsa yfir, sérstaklega þegar við erum að vinna hellingaverkefnum skilur og við erum á deadline þannig. A learning curve sko, DaVinci. Já. Þetta virkar það er ekkert að laga þetta. Ég er alveg góður sko í colorinu DaVinci en þú veist, ég er ekki búinn að skoða editing shitið mjög mikið sko. Nei. Ég export alltaf bara pros í Final Cut sko. Akkurat. Hefur þú notað Final eða? Nei, ég hef ekki notað Final Cut en ég myndi samt sennilega alveg ég hefði örgulega notað það allan tíman ef ég hefði átt Mac sko. Ég á bara PC-tölu. Já. Það er alltaf að læra það, fyrst mér alltaf. Já, mér kom Final Cut, já. Ég er að byrja að læra á þetta vel eins og þú ert búinn að leggja áherslu á mig að gera. Alltaf ekki læra. Nei, en þú veist, þetta er svo þægilegt að bara örgulega með allt, þá er YouTube náttúrulega bara svo góður. Já. Svona hjálpa þetta sko. Já, ég veist, maður har lært svo mikið á YouTube sko. Og Arnar var með þér í kvikmyndaskólanum ekki? Arnardór, jú. Akkurat, já. Hann var að vinna fyrir Hveragerði. Hvað segirðu? Hann var að vinna fyrir Hveragerði. Bara, já, Hveragerði Spæ. Já. Brains. Hvernig veistu það? Ég bara spjallaði við fyrir lungu. Hann er, já, þekkir hann? Nei, ég bara spjallaði við hann. Ég var að spyrja hvað græðin hann með og svona. Já, ok. Ég var að græði perast á græðinum og hann er að vinna á framleiðslufyrirtæki sem heitir Skjáskot núna. Já, það er snilt. Já. Þeir framleiða, hvað framleiða þeir? Þeir framleiða alls konar shit sko. Þeir eru að gera alls konar livestream og einhverju auglýsingar og síðan eru þeir með eitthvað podcast líka. Jú, ok. Þeir eru í alls konar stöfi sko. Gera mjög flotta hluti. Hvað finnst þér þessi podcast? Ertu sjálfur að hlusta mikið eða? Já, bara þessi podcast byltinga minna. Já, við finnst það geggjað sko. Þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega fyndið og þetta er basically bara útvarpsþættir. Já, ég var einmitt að hugsa þetta í bílunum aðan. Við erum basically bara svona útvarpsþættir aðeins að hafa tónlist sko. Já, þetta er ekkert nýtt sko. Þetta er bara svona komið á einhvern veginn þannig form að fólk allt í henni bara byrja að elska þetta sko. Já. En mér finnst það náttúrulega bara geðveikt, þetta er algjör snillt, þegar maður fer út að hlaupa eða bara það er svo oft og ég hlusta ofta á podcast þegar ég er að vaska upp eða gera eitthvað svona heimilisverk það er geggjað. Þetta er svolítið svona pínu bara mjög hægt og rólega að taka í tónlistinni á mér. Já sko, eins og núna þegar ég er keira þá vil ég miklu frekar hlusta podcast heldur en fuck man, ég er að pröfa það ég er svona, þú veist stundum þegar ég er þreyttur þá langar maður bara til að hlusta á tónlist en þegar ég er svona langar til að læra eitthvað og svona aðeins bara svona hugsa þá er podcastin málið sko, þá svona maður getur hlusta á eitt podcast og svona ég lærði eitthvað að þessu en líka bara stundum langar maður bara að vera eitthvað svona heila döður og bara hlusta á okkur geggja tónlist sko. Já, en sko eins og með þú veist podcast eins og þú veist beint í bílinn það er náttúrulega bara eitthvað brainfuck sko. Já, það er eitthvað annað skemmtilegt. Já, svo er það líka sko. Það er eitthvað annað skemmtilegt að hlusta það sko. Svona svo Friends bara. Það er svolítið bara eins og svona þú veist þetta er þægilegt bara að hafa þetta í eyrunum bara svona að keyra. Þú veist þetta er bara svona cozy bara svona Sveppi og Pétur bara svona þú veist. Pétur og góðan. Podcastarinn hafði hlustað það. Já, smá lítið. Ég veit ekki okkur. Ég daft einhvern veginn aldrei inn í það sko. Nei. Uppáldum mitt er Hi-Hi sko. Það er Hi-Hi, já. Hefur hlustað það?
Nei, ég ekki verið að veikina, ég hef ekki hlust á hæ. Það fucking fyndið og svo líka svo mikið svona tips and tricks bara lífið, þeir eru búin að ganga lífið sko. Já. Bara eins og flest allir, en þú nei, sem er bara stökk sko. En það fullt af svona tips og ég hlusta bara, ég er búin að hlusta kannski svona 30-40 þætti. Já. Og þetta var hlaðið upp viðtölu alls konar fólk. Já. Og maður bara, þetta er svo interesting, bara svona, veit ekkert hvað þetta og svo bara, beti, þetta tengist mér smá. Eins og ég har hlustað eitthvað Steinpekka, hann var bara eitthvað að segja frá sínu lífi og hann er eitthvað drónadæmi og eitthvað. Svo það gæðin sem tók upp hann eldgósið hann, Will Smith, sem séraði því. Já, Björn Steinbeck. Já, það kom bara eitthvað viku eftir, ég bara, þetta er þessi eitthvað. Það var interesting svona, hvernig, bara random fólk og svona bara, þetta er þessi. Svona, það var interesting svona. Já, þessi podcastbilding geggið, sko. Þetta er svo snildar, þetta er svo mikið snildar plattform, þetta er svo hrátt. Og færð, það var erfitt að, þú veist, svona dæma manneskjur ránglega út frá ég veit ekki, þú veist þetta er eins og í viðtölum þú veist þá er hlutinu svo oft teknir út úr samhengi það er rosa erfitt finnst mér í podcastum að taka hlutinu út úr samhengi út að þú ert, þú veist þetta er alveg oftast lengra en klukkutími þannig að þú veist, þú ert með alla söguna frá manneskjunni þannig að sko, það sem langaði pínu ekki gera með þetta podcast var þú veist að fá ævisögur frá manneskjum heldur bara frekar svona spjallega það er miklu skemmtilega bara svona munur sko það er smá munur og þú sérð alveg þú veist, ef þú er búin að taka upp podcast þá sérðu að þetta er miklu skemmtilega að taka þetta upp eða bara spjalla um eitthvað drasl eitthvað sem skiptir enga máli heldur að tala um þú veist hvað hann var að gera á Akureyri daginn eitthvað svona þú veist eitthvað svona þetta er munurinn á viðtali basically og þú veist samtali samtal það er svona semi-viðtal samtal það eru mismunandi milli podcasta sem vilja vera meira svona viðtalstækni sem eru meira sem eru líka alveg fín sko mér finnst mjög gaman að hlusta á viðtal svona það er oft skemmtilegt sko þegar fólk þegar sumt fólk sem er búið að koma oft í mörg podcast að fá þá skilur meira svona samtal sem er meira persónulegt og þá kemur kannski svona aðeins svona önnur hlið á því frekar heldur en að það er bara endalisa spurningar og eitthvað svona þú sér líka á fólki sem kemur að það finnst þetta bara skemmtilega að tala þú veist bara einhverja hluti bara eins og 100%. Með Óla Darra þá tókum við ekkert eitthvað ógeðslega mikið viðtal þetta var ekki viðtal sko það voru við varum bara að spila töluleiki spila töluleiki og þú veist og með Ice Cold þið tókum þá og það var geggjað það var bara svona hugleiðingar bara svona alltaf hoppum og það var mjög gaman líka sko já geggjað og en mér langar svolítið að fara tilbaka þegar þú varst að tala tónlist hvernig tónlist þetta á? Aðalega rap yes, loksins Eminem Eminem ég er ekki mikill Eminem loser þarna er góðið trailer þarna er gott að hvað er rap? Þetta er Wu-Tang eða ertu svona mumble rap Post Malone fíla alls konar ég er ekki mikill Post Malone hann fíla mikið Post Malone já hann er líka Yum Justin Bieber og alltaf ég held að all time uppáhalds tónlistamæður minn sé Childish Gambino hvað er það? Hann er bæði rappari, leikari og uppistandari og hann heitir Donald Glover hef ég séð hann í ykkur? Hann er með þætti sem hann er að leikstýra og leika í sem heitir Atlanta þú hefur potið heyrt eitthvað lög með hann ég hef heyrt nafnið og einhver lög sko ég veit alveg hver þetta er sko hann er svona uppáhalds minn sko en síðan Drake, Kendrick og J. Cole God's Plan ekki J. Cole J. Cole, hann er að fara að gefa út plötu það er þetta geggja 14. eða eitthvað, ég man ekki alveg það er svakalega, mér finnst það mjög góður en ég hef aldrei tengt við Drake og Kenny get ekki tala hann er alveg ágættur sko Lamar hann það gæðin Kendrick Lamar er náttúrulega bara geggjaður Hembúl þetta er svona þú veist, þeir sem ég hef hlustað virkilega mikið á í gegnum tíðina hefur hlustað á Forever þá? Forever með Drake Drake, Kanye West, Lil Wayne, Eminem já, akkurat, svolítið gamalt lag já, ég veit það, en samt fucking geggjað já, bara geggað, sko legendary dæmi, sko hann er fastur in the past, sko the touchy subject ég er bara old school rap, sko old school já, ég fíla það líka það er bara Ice Cube, Dr. Dre 50 Cent, Eminem já, ok og svo kemur Óli með TikTok-lögin og ég þarf að hlusta það í byrjun ég callaði það sko Astronaut in the Ocean myndi þið fara á toppin sko ég callaði það sko Astronaut in the Ocean hefur ekki heyrt það? það var á toppnum þegar þú varst að segja þetta ég bara segja það nei TikTok náttúrulega stýrir bara
topp, þú veist 10 listanum stundum sko. En þeir líka alveg drepa lög sko. Þú veist, það er svona já, 100% shit maður, þeir skemma lög, þú veist, þú vilt bara svona þú veist, heyrir á hverjum einast degi aftur og það er bara shit, hvað er ekki lust á þetta lag já en já, ég var pæla á hann þegar hún tala podcast, myndið þú vilja taka hlaðups viðtölu að samtæl bla? Ég gæti alveg að gera eitt mann, já. Ég er svona kannski ekki alveg á þeim stað núna, mér langar til að fókus meira á aðra hluti, en þú veist, mér staðið mitt sem ég segja, geggjaði plattform til þess að tala stöf sko. Hvað myndir þú vilja tala Ég held að þetta yrði eitthvað bara svona, ég var klálega í meira svona samtalspælingum heldur en viðtalspælingum sko. og pælingum einmitt, bara eitthvað svona bara eru einu heiminu já, það er kannski ekki endilega alveg svo djúpt sko. Alveg gaman að fara djúpt sko, en líka bara þú veist þú taka viðtalið fuck þetta þú mér Rúrik nei, jú, meðan fucking daginn það er síðastu viðtalið okkar síðasta podcast Bergreppi hann er svakalega heilin hans er bara já, tökum við til hann ég náði ekki að spyrja hann að bara, ég með miljón spurningar ég bara shit, já, það var bara heilin mér, ég þetta andurspegla að fara svo eftir þetta þessi gæði getur tala, hann er með hlaðvarp sko sjálfur hún er með frá 2013 vinni mig já, 13 já, fílalag já klukkutíma hverju einasta viku klukkutíma einasta viku hann geti verið með alveg 3 tíma podcast 3 í viku sko. Það var ekkert mál fyrir hann sko. 8 ár sko, hverju viku fucking brála sko. Vel gert sko, já hann á alveg aðdáðendur sko. Af þessu podcasti. Já maður. Hann gerir svo mikið. Hann er leikari, uppistandari, podcastari. Hann er með, var ekki 2 háskólagráður? 3 eitthvað óþolandi fólk. Hann er búin að lesa háskólagráð í lögfræði. Já, er hann með 3 ég veit ekki. Nei, var eitthvað svolítið 2 eða eitthvað. Er hann með gráðu eða? Hann er með gráðu í lögfræði. Ég veit ekki hvað er, nei, hann er bara eitthvað búinn að læra eitthvað stöf sko. Hann er big brain sko. Þetta er svona, það er svona fólk eins og hérna Childish Gambino og Donald Glover sem, þú veist, eru einhvern veginn bara allt. Já. Þú veist, eru bara, og þau góð í þessu öllu, hann er, eins og hann rappari, leikari, handritshöfundur, og uppstandari og ég er örugglega að gleyma hlutum sko. Sem fólk er bara eitthvað svona gott í kreatív vinnu sko. Já. Er þið búin að fara mikið í svona, ég ætla svo að gera því ég svona á næsta ári þá ætla ég, þú veist, kaupa hlutabréf og láta peningana vinna fyrir mig. Já, ég hef aðeins verið að kaupa hlutabréf, eToro eða hvað er það að nota? Ég er að nota hérna, hvað heitir það? Þetta heitir CryptoCoin, bara appið held ég. Nú ertu krypto. Já, ég er líka með ég er ekkert inn í þessu sko, en ég bara fyndi að nefna þetta, ég er svona nýbyrjaður að kynna mér þetta. Ok, og hvað er þetta að kaupa? Krypto? Ég var að downloada appinu í fyrradag sko. Og ég er ekki að kaupa neitt. Nei, en ég er búin að vera fylgjast með Dogecoin hreyfingunni sko. Ég hef frekar farið það núna, það er meira að ræsa núna heldur sko. Já, meira ræs núna. Þetta er búin að skoða Forex, já? Nei. Það er foreign exchange money, eitthvað bla bla, þú veist bara kaupa dollara, selja euros og svona. Já. Ég myndi ekki náttúrulega því. Ég myndi kaupa hlutabréf sko. Mér finnst það áhugavert út að ég myndi bara, það er allir að tala um þetta, en líka þú veist, mér langar meira, mér langar bara til að skilja þetta aðeins og þess að downloada þessu appi til þess að þú veist, prófa þetta bara og eins og í Toro þá getur þú farið þú veist og hérna fengið bara fake pening skilur. Já, $100. Já, þú veist og investa honum í skilur eitthvað og bara svona sé hvað gerist. Já. Ég elska þetta hlutabréf bara út af pappa mínu sko. Hann kemur alltaf til mín, ég var að downloada í Toro hana og var að investa sko í Tesla, ég bara hvað miklu 500 galli, bara svona eitthvað mikið. Pappi er alltaf eitthvað bara eitt stokk kostar $680 sko. Já. Ég var ekki í viðskiptafræði og ég setti 400.000 í Tesla fake money skilur. Já, ok. Það fór allt, ég misti 300 skall. Jaha. 150. Þú veist, það er svona long time investment. Þú verður að horfa á peningin bara, ég er tilbúin að missa þetta og ég ætla ekki að skoða þetta næstu 10 ár. Þú veist hvað ég meina, þú veist, taka þetta út 10 ár. Já. Kannski skoða ef þetta er alveg að droppa þá kannski myndir þú selja. En þú veist, ekki vera paper hands skilur. Nei, ég finnst bara áhugavert og sko aðalega hvernig, þú veist, ég væri alveg til að læra hvernig stocks virka, ég hef enga hugmynd, ég er ekkert inn í þessu. En mér finnst líka þetta kryptodæmi áhugavert sko. Já, en samt með krypto sko, það er alveg cool sko að þú getur keypt bara, við erum með humongous bara fullt svona 8 GPUs og vera að mæna skilur. Það fara kannski 2 milljónum í svona rigg og þú færið á dag kannski svona
þetta er geggjarík, það getur fengið $200 á dag og eins og staðinu núna á hérna Bitcoin, en þú veist svo þú komið kannski 2 Bitcoin þú ert alveg hefði ríkur skilur þetta mænar 0,02 á dag sko já. Þá skilur ef að Bitcoin bara fer fucking inn í dump skilur þá er það búin að missa alltaf peningi skilur nema við náttúrulega seljir bara en þú veist hvernig breytist þú í viðskiptapodcast? Núna Núna Við erum fucking jakkvættum minna hvað er það sem að gera? Skóminna við erum allir í jakka we mean business Hafði ekki séð það var eitthvað báðir í skóm og svo ég er eitthvað sokk setjum allir eins penninga boss ef þið reykið þá eru þetta að brenna penning en það hafði ekki séð eitthvað íslenski draumurinn það er podcast þeir eru allir í jakkvættum það sko Er það að tala um þættinu íslenski draumurinn? Nei, það er podcast til Þetta er podcast sem heitir íslenski draumurinn Ég veit ekki þeir í jakkafötum? Allan að gæin allan Þeir eru að stela okkar Nei, byrja lengur Við erum að stela þeir Hann er ekki fyrir fram skóafoss sko, svo við hérna almennileg sko. Og í sko, fyrsta myndin okkar var Hefur síðan fucking Hvað? Fyrsta profile picture okkar Við vorum ekki jakkafötum var tekin á svona innan við 3 mínuna Þetta var bara, ok, alltaf byrjum podcast, já, við þurfum mynd Og bara, heyrðið mér mummi alls bara Neina að taka mynd af okkur, báði mig tóla mikrofónu Í einhver peysum, einhver svona Ég hef ekki séð hana, sko Ógeðslega flottir Það finna það Og svo sko, tóku upp að þessu jakkafættadóti í djóki Já Til að stríða manni sem var að fara að taka viðtalið Svona, ertu ekki í jakkafættum anga Já Svo bara, já, ok, svo bara Hvað það gera? Og svo bara kom það, þú veist, inn og þá þú veist þetta að gera alveg myndatöku Nice og þetta er hræðileg mynd sko. Ég fíla hana Skugginn fyrir aftan, þetta er svona svolítið stíl yfir þessu sko Þetta er saka, þetta er high production High production Hvað gerður þið maður? Orlando Er það ekki öruglega að setja hana hérna í vídeo eða? Jú, hérna er myndin Nei, ok, þetta er lille nota Herri Hvernig myndi þitt profile picture vera? Podcast Sigurður Pitt Góð spurning sko Ég held ég myndi Ég veit ekki, ég pæli hvort ég myndi hafa bara eitthvað svona logo Logo? Eitthvað bara clean Þú verður að mynda þér sko bara Já, það getur líka verið máli Bara andliti mitt, brosandi Ekkert meira Svo sko sáu við hvað það plain gamla myndir sko og svo fórum við þessa mynd ég sagði bara eina sko fyrir aftan þetta var þegar við vorum að keyra hringinn í kring Ísland og við bara hvar getum við tekið bestu prófamynd í heimi bara svona en það var bara skóa fór svo allan daginn sko Báður í jakkafötum Já, ég sagði bara eina við erum eiginlega að halda þessu Vilt að fólk þekkja okkur sem gænar í jakkafötunum eða gænar í hettupeysunum eina segðu mig já eða nei hann var bara já Nei, þú sagði það aldrei Jú Gíska, hvað heldur þessi komið margar spilanir, total? Spurningar? Spilanir Já, spilanir, þið? Já Pínu byrja að hljóma sem mont Nei Ég veit, ég átta mér svo lítið á þessu sko Já, gíska Ég veit það ekki eins og sko Ég veit það 13.000 eða? Er það með YouTube? Með YouTube, bara, gískaði bara bæði Allt 20 Ég er að gíska sko, ég veit það ekki 20.000 Nei Ég ætla 10.000 Það er læra Nei, það er ekki læra en 10 Það er lægra? Nei Ég ætla að fara í 50.000 sko Damn, good shit Það er náttúrulega að vinna með Sölva og öllum þeim sko Já, good Sölvi Hann fór yfir 2 millir sko fyrir lungu sko Fokkin brála sko Já Ég skil ekki hvernig þið innan þá 25. sæti sko Þú veist, hvernig make that sense Sko, ég held að við innan 25. sæti Við erum bara ekki með 500 views eða eitthvað Skilur, þú veist Við erum með 100 Nei, ef það fær 190 spilanir á hlaðarsveitunum á dag þá ferði í 21 ferði í 250 allavega sko. Já. Minnstakosti sko Já, ok Þannig ég ætla að sé bara Sölvi sem kannski með svona Hann er svolítið ekki eftir Nei, hann kannski þeir sem er efstu top 10 eru með sko 5.000 plus á dag sko Já Þú verður að vera alveg með Já Það er svolítið að vera á nótunum Og svo fyrir neðan þá getur alveg verið með alveg læri en það sko Já En já, við erum með total sko á hlaðarsveitum vera 7.000 og YouTube á því 6 og 5 Já, ok Gekja Og nú með hvað þáttur er þetta? Veitu það? 30 30? Er þetta 30? 30, já Nice Fyrir þetta svona enga þætti eða svona þætti sem tekið upp og ekki publish Já Ég skilji Ok 30, þú erum 30 hófnum Wow Gekja Merkið að tala Takk 30 kélun Mikið heiður að vera hérna í 30. þætti Nú takk fyrir það Þú með 1,5 ára konum 30 þætti Já, það minnst alltaf leið sko Minnst alveg vind Ef við náum 100 það verið sweet sko Já En ég myndi samt í framtíðinni ef þar segja að kemur ekki eitthvað mass deletion eitthvað
Delicious. Þú veist, skilur það ekki orð bara svona eða einhver, skilur hann að við fyrir gegnum einhver, hann er gegnum Libsyn, hann Sölvi, ef það allt bara eigið, skilur datacenter eða eitthvað, Spotify á einhver sko, það er frýtt, ef það springur segjum það, og ekki massive virus frá einhverjum það er komið 8 sinni skilur, ímyndu ykkur, þú veist, hvað myndi mikið fara, skilur, það er svo mikið knowledge, skilur, sem er, þú veist, podcastin síðustu hvað ár, það er búið að tala til að bara allt, sko. Já, ég held að sé alveg, það væri örgulega mörg podcast með einhver, sko. Já, það mun ekki nenn að skrifa söguna, sko. Það er bara hlusta að fokkin hlaðar frá þessum tíma, skilur. Já. Til að vita hvað þetta eru mikla heimildir, sko. Já, sjís, maður. Ég hef aldrei sagt þetta aðeins, já. Já, það er alveg satt, sko. Skríti. Bandaringur líka. Það fyrir ekki bara að kalla það gott? Jú. Ég bara... kannski síðan spurning sem bara framtíðin. Hvernig framtíðin er, svona... Hvernig myndur þú sjá þig eftir 5 ár? 5 ár? 27 ára. 27 ár. Ég er að, með mitt eigið þing, Sigurður Pétur EHF. Já, það er cool. Mexi, sko. Það nei, byrju. Jú, ég er með mitt eigið þing, Sigurður Pétur EHF, YouTuber, full-time YouTuber. Það væri nett, sko. Þú renna bara, þú ætlar ekki að vera að gera svona, bara vídeo bara YouTube, ekki? Jú, ég er að gera vikuleg vlogg og líka eitthvað annað, þú veist, ég er ekki bara að gera vlogg, en þau eru bara einföld. Freelance, er EHF líka freelance þá? Já, veist, ég er bara 5 ár, þá er ég komið með mitt eigið þing. Ok, og bara Kiwi er bara run out of business bara, þú dominator alltaf top secret. Já, ég vil alltaf vinna með Kiwi, sko. Já. Ég var bara að segja, mér finnst mjög gaman að horfa vloggin, sko. Já, fín vlogg. Takk fyrir það. Allan spenntur fyrir upplöðum og eitthvað. Þannig ef þið er ekki búin að kíkja á YouTube hans, já, þá YouTube hans eitthvað, ég gleyndi hvað hérst sem hann er. Sér Pétur. Þá þurfum við að kíkja það er bara Sigurður Pétur á YouTube. Já, ekki. Hit that subscribe button and press the bell icon. Já, nákvæmlega. Ding. Það er bara takk fyrir að hlusta, takk fyrir að koma, takk fyrir að vera með mér. Takk Rúnar fyrir að fylgjast með. Takk fyrir að horfa á okkur maður. Og kommentið Óstaslaufa niður í kommentin. Já, oh my fucking god, hvað gerist? Þetta poppa út. En hérna, afsakið þetta, það byrjaði að haka okkur og við erum að fara.